Komið sæl og verið velkomin með okkur á Íslandsmótið í holukeppni, Securitas mótið á Eimskips mótaröðinni á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði. Við komum til leiks á 8. braut í Hrauninu en í úrslitum léku þeir Bjarki Pétursson frá Borgarnesi og Kristján Þór Einarsson úr golfklúbbnum Kilim og hann slær hérna inn á 8. flötina. Leikur þeirra var mjög jafn til að byrja með og þeir voru jafnir eftir 7 holur og hér sjáum við Bjarka slá. Þetta glæsilegt högg sem endar rúman metra frá holunni. Keppnisfyrirkomulagið á mótinu var með þeim hætti að keppendum var raðað niður í 8 riðla og voru 4 kylfingar í hverjum riðli. Í riðlakeppni léku allir 3 leiki og sigurvegararnir í hverjum riðli komust í 8 manna úrslit. Raðað var í riðla eftir stöðu keppenda á stigalista Eimskips mótaraðarinnar. Kristján Þór Einarsson GKJ, Birgir Leifur Hafþórsson GKG, Haraldur Franklín Magnús GR, Heiða Davíð Bragason GHD, Benedikt Árni Harðarsson GK, Stefán Má Stefánsson GR, Bjarki Pétursson GB og Rúnar Arnarsson GK léku í 8 manna úrslitum. Kristján Þór lagði Birgir Leif í 8 manna úrslitum með 2 holum og hann sigraði Harald Franklín Magnús í undan úrslitum. Bjarki mætti Rúnari Arnarssoni í 8 manna úrslitum og hafði betur með 2 holum og Bjarki sigraði Stefán Má Stefánsson í undanúrslitum í mögnuðu leik á 20. holu. Sjáum þá félaga hér reyna við 10. flötuna. Erfið par 3 hola á Hvaleyrinni og löng. Og sjáum hérna höggi hjá Kristjáni, það endar á flötunni, aftast á flötunni. Það er mikið landslagi inni og Bjarki var og stuttur hægra minn, sjáum þarna yfir hið skemmtilega æfingasvæði þeirra Keilismanna með Keili sjálfan í baksýn og þá Bjarki vippar hérna inn á úr frekar erfiðri stöðu. Eins og ég segi þá hallar flötin mikið hérna á kafla og sjáum boltan hérna hjá Bjarka sem að rúlar hérna niður fyrir og hann á erfitt pút fyrir pari. Staðan jöfn eftir 9 holur hjá þeim og Kristján nær og þá það Bjarki allt og stuttur og getur því best fengið skolla og hér púti hjá Kristjáni. Hann sullar því bara sjálfsögð í og fær glæsilegan fugl og tekur forystu í leiknum. Og sjáum hérna upp að sökki hjá Bjarka á 11. brautinni. Þeir sláu báðir með járni. Þeir reyna að staðsetja sig á brautinni. Brautin frekar stutt, par 4 og hér skemmtileg mynd af Kristjáni. Og hann á gott högg. Þetta ekki nema 80-90 metrar og velgert inn að pinna 2 metra frá. Og þá Bjarki á svipuðum slóðum. Hann slær þetta nokkuð ákveðið en hittir ekki flötina og hann tapaði þessari holu, búinn að tapa 2 í röð og tapaði síðan 12. brautinni. Þannig að allt í einu var Kristján orðinn 3 holur upp með 3 holur í forskot og við komum hér á 13. sem par 4. Bjarki þarna vinstra megin og á þarna gott vipp sem ætti að tryggja parið. Kristján hins vegar var hægra megin í klompunni og gerir þetta glæsilega. Sjáum það hér rétt rúman metra frá og sjáum hérna annað myndskot með GoPro myndavél. Skemmtileg stemming yfir því. Og Kristján setur pútið í og fær par og Bjarki setur sitt pút líka ofan í. Þeir félagar hafa verið að leika ágætlega á Eimskips mótaröðinni. Bestur árangur hjá þeim báðum annað sæti í sitt hvoru mótinu. Sjáum þarna Ólaf Þór Ágústsson, framkvæmdastjóra Keilis. Hann var að lýsa mótinu í útvarpsútsendingu á netinu sem var skemmtilegt framtak hjá honum og þeim félögum. Og þá komin yfir á 14. brautina og stutt par 4. Þeir þarna bara 50, 60, 70 metra frá eftir uppasökið. Og þeir slá hérna báðir inn á og báðir í ágætu færi aðeins fyrir ofan holuna
og það er brattan að sækja fyrir Borgnesingin 3 niður. Sjáum hvað Kristján gerir hérna. Mjög gott reynsli á flötunum en rúmman metra niður fyrir og Bjarki á möguleika hérna til að minnka munin. Bjarki tapaði einu leik í riðlakeppninni gegn Inga Rúnari Gíslasyni en það kom þó ekki að sök fyrir hann. Sjáum hann púta hérna en rétt missir fuglinn. Kristján Þór lenti í smá vandræðum í riðlakeppninni á móti Ara Magnúsinni í GKG og sá leikur endað á 19. En hann missir þetta og Bjarki vinnur hérna eina hólu tilbaka. En frá úrslitaleiknum aðeins yfir í leikum 3. sæti. Þetta er Haraldur Franklín Magnús. En andstæðingur hans var Stefán Már Stefánsson, báður úr golfklúbbi Reykjavíkur. Þeir eru hér á 16. brautinni sem er par 3. Stefán átti 2 hólur eftir 15 og var þarna á frekar erfiðum stað í klompunni hægra megin. Flötin hann sé lítil á 16. Sjáum hér aftur endur tekið GoPro högg getum við kallað það. Og Stefán sullaði þessu í og jafnaði hóluna og þeirra lauk síðan á 17. Með sigri Stefáns og hann fekk því 3. sæti, Haraldur Franklín í því 4. Sjáum hérna Bjarka á 15. með 3. höggið sitt. Hvernig hann var að ráða við þetta, segir hann. Jú, hann á við það að Kristján sló annað högg sitt inn á flöt 2 metrar frá. Bjarki þurfti því að setja vippið ofan í fyrir fugli til þess að eiga einhverja möguleika og hann gaf síðan Kristjáni hóluna sem var aðeins þarna, 2 metrar frá fyrir Erni var því örugum með fuglin. Og hann átti því 3 og við erum komin yfir á 16. Kristján slær þarna talsvert til vinstri, tógar í boltan, var með 8 járni og þá Bjarki með sömu kilvu og með gott högg þarna rétt inn á flöt eða alveg í flatarkantinum. Vippið heppnast ekki alveg nógu vel hjá Kristjáni Þór, er þarna 2,5 metrar frá eftir fyrir pari og þá Bjarki getur unnið hóluna með því að setja þetta í. Aðeins of stuttur á metra eftir. Kristján skoði þetta vel því hér gat hann klárað dæmið ef hann setti þetta í. Þá var sigurinn hans. Og lítið brot til hægri. En það brotnaði ekki eins mikið og Kristján gerði ráð fyrir og Bjarki átti því þetta stuttapút eftir til þess að minnka munin í 2 hólur þegar 2 voru eftir. Dormi eins og það heitir. Gott par hana hjá Borgnesingnum. Þeir fara yfir á 17. teig en einn stutt par 4 brautin en skemmtileg. Sjáum hérna smá GoPro myndavela feeling af höggunum þeirra líka. Góða sveiflur. Og fjöldi fólks að fylgjast með, báðir í góðri aðstöðu. Bjarki hérna aðeins hægra megin á þægilegt vipp eftir og gerir þetta ágætlega, svona 1,5 metra frá upp í móti. Bjarki á góða möguleika á fugli en þá Kristján, hann er alltof stuttur, 3 metra eftir til þess að ljúka þessu móti, klára þetta dæmi. Þeir skoða þarna báðir púttlínuna. Kristján Þór átti eitt af höggum mótsins í undanúrslitum þegar upphafshögg hans fór í stöngina á 17. flötinni. Hann gerir hér við bolta var í púttlínunni. Sjáum hann púta hérna. Nei,
aðeins og fastur, hálfan metra upp fyrir, rétt tæplega og Bjarki ætlar ekki alveg að gefa hana það, ekki þegar maður á næst síðustu hólu eða jafnvel síðustu í leiknum og hérna getur Bjarki haldið lífi ef hann setur þetta pútt í 1,5 metri upp í móti, öllítið brot. En það gekk ekki og hann las þetta ekki alveg rétt. Kristján getur því klára dæmi með þessu stutta pútti. Bjarki ætlar nú að láta hann hafa fyrir þessu þó það sé nú svona eiginlega gefið, en eins og flestir kylfingar vita þá má gefa í holukeppni, eitthvað sem við gerum ekki í höggleik, og þá var það lokapútti á Kristjáni Þór sem hann setur í og tryggir sér Íslandsmeistaratitilinn í holukeppni 2014. Frábær leikur hjá þeim félögum og gott golf. Þannig var Pétur faðir Bjarka og Kilvusveinninn ánægður að sjálfsögðu. En Sigurður Elvar Þórólfsson, fréttamaður Kilvings, ræddi við kappann eftir sigurinn. Já, Kristján, til hamingju þennan titil, þetta stór stund hjá þér. Takk fyrir það. En hvernig líður þið núna? Mjög vel bara. Þessir leikir voru margir hverjir mjög spennandi og þessi úrslitaleikur, hvernig svona upplifir þetta og hvernig dregur þetta saman? Ég veit það ekki, ég bara svona einhvern veginn nærist á þessu bara að vera í einhverju pressu og hérna líður einhvern veginn bara best þannig. Aldrei neitt ef í þínum huga? Nei, aldrei, enga veginn. Ég hafði fulla trú á þessu allan tíman og hérna og ég var eiginlega bara búinn að ákveða svona að fyrir nokkrum dögum síðan ég ætlaði bara að vinna þetta mót. Hvernig gerum maður það og hvernig svona útfærum maður það og framkvæmum það? Ég held að maður bara mótiveri sig alveg nógu mikið og nógu vel inn í þetta og hérna og seti bara svona stríðshuginn í gang. Var einhver leikur í þessari riðlakeppni og svo í 8 manna og undanúrslitum sem maður stendur upp úr á þínu mati? Já, ég fekk draumaleiki minn í 8 manna úrslitum móti bikarleifi og það var rosalega skemmtilegt að standa upp sem sigurvegari þar. En þú hefur aldrei tapað í úrslitaleiki í holukeppni. Þetta í 4. skiptið sem þú ferð í úrslit og þú hefur alltaf unnið. Já, þetta er annað skipti í karlaflokki sem ég fer í úrslitaleikin og vinna hann í og hérna svo fór ég tvisvar í úrslit í unglingarflokknum og vann það líka. Þannig að þú ert holukeppnismaður? Já, má eiginlega segja það. Mér finnst mjög skemmtilegt að spila holukeppni. Nú aðeins verið rætt landsliðsval og landsliðssæti. Hvernig svona varst að svara því í þessu móti að þú er ekki valinn með því að vinna það? Já, það má eiginlega segja það. Þetta er eiginlega bara svona, hvað segir maður, bara besta leiðin til að svara mótlæti, sko. Og þú hérna stendur upp eins og sigurvegari og hvernig ætlar að fagna þessu? Ég veit það ekki, það er einhver kvöldmatur í kvöld og svo er bara rólegheit með fjölskyldinu bara. Hvernig ertu í svona skroknum og andlega eftir svona törn? Þetta er mikið erfiði, 100 og eitthvað hólur. Ég get alveg sagt það, ég er gjörsamlega búinn í líkamanum. Bakið er alveg búið. En þú getur hérna hort á bikarinn og notið þess eitthvað fram á næsta ár? Já, það má segja það. En hvernig með svona eins og sumarið? Nú er mörg mót eftir og Íslandsmót í höggleik framundan og þú hlýtur að ætla að láta verkinn tala það líka? Já, það er planið að standa sér sem best þar. Það er hérna, maður er á góðri leið með að toppa, þannig að vonandi toppar maður bara á réttum tíma.